Pétur var búinn að þjána meiri pening 15 ára heldur en ég og Sóli Hólm munu gera til samans alla okkar ævi held ég. Já og fleiri, þó fleiri verður teknir í dæmi. Já, þetta Justin Bieber hér með As Long As You Love Me. Klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hefur göngu sína þennan drottinn stýrðar mánudaginn. Og hann í smá leifi, hann Björn Bragi, en í hans stað situr snillingurinn Sóli Hólm. Ertu velkominn? Takk fyrir miðutum minn. Takk fyrir að leið mér án möður. Já, ertu ekki góður? Jú, ríkalega. Helfeskur eftir helgina? Já, rosalega. Já, áttu góða helgi? Já, ég var ég lagði loft undir fót, fór til Akureyrar að skemmta. Glæsilegt. Það var ljúft. Já, ég einmitt að fara á Akureyri á 5. að skemmta hana. Já, það alltaf gaman að koma til Akureyrar. Já, ég mjög hrifinn af þeim bæ. Já, og það var skemmt ekki fyrir að í fluginu með mér. Já. Það var skemmt á sömu ásóttýrinda, var Páll Óskar Hjálmtísson. Við sátum hlið við hlið á leiðinni. Þannig að þú gæst, einbeittir að stælan. Algjörlega, ég byrjaði eiginlega svona, þú veist, þegar ég hitt það fyrst, þá var ég svona eiginlega bara að fara að hlakkað í mér, sko. Já. Þetta er svo gaman. Svo fórum við þarna skemmtum. Daginn eftir förum við saman í leigubíl út á völl við Palli. Til góða nótt. Hver heldur að takja mót okkur á flugvellinum? Ekki Herbert Guðmundsson. Bubbi Mortens. Nei. Það er bara þannig. Þvílík veisla. Þannig að það var hirðfíbl, konungur og drottning. Já. Í sama flugi. Þetta var heil konungs veisla bara. Jep. Já, og var ekki Bubbi feskur líka? Jú, bara eins og hann á að sér að vera. Þú ert ekki að stæla hann eða? Nei, ég hef ekkert verið að, ég var aðeins að fikti honum í gamla dag, en eftir að Ari Eldjátt kom með sína típu þá svo veist, mér finnst lélegt að vera herm eftir einhverju sem einhver gerir miklu betur. Ef einhver væri svona svipagóður, þá myndi ég alveg gera það. En eins og ég get alveg hent eftir Jakob Frímanni, en Freyr Eyjólfsson er langbestur í því. Þannig ég ekkert að því. Hvernig tekur þú Jakob Frímann? Það er ákvæmlega gaman að fá þetta. Ég kann ekki orðið, þetta er eitthvað svona. Ég skilur. En talandi Pál Óskar, þá kemur hann með sögu í þessum þætti hér í dag. Því að við Sóli Hólm erum með veisluhand ykkur kæru hlustendur, þéttur og skemmtilegu þáttur framundan. Óvenju þéttur. Já, mjög þéttur og ber það ræst sturlaða staðarindir. Amma Gulla, ég ætla að hringja hana hér á eftir. Og það er eldri kona sem býr á Akureyri sem ég heyrði hérna daginn. Og ég kom með númerið hennar. Svo ætlar ég mitt Páll Óskar, Sóli Hólm sem Páll Óskar ætlar að ringja í efnalaugina Björg og ert með föt sem þarf að þrífa. Já, að reyna að fá smá díl. Já, fá smá díl og aðeins að tekka hvað hægt að gera fyrir þig. Svo erum við nýjan dagskrárlið líka sem heitir DFF kommentakerfið, en þar ringjum við í fólk sem er að láta aðra heyra á netinu. Og svona tjekkum aðeins á þeim og við byrjum í dag á sjálfum mér þar sem Sóli Hólm mun leika faðir minn og við munum hringja í 2 einstaklingar sem voru ekkert par sáttu við það var einhver grein þarna með mér og Rúni tjekkum förum betur út í það á eftir. Svo er Ómar Ragnarsson á leiðinni til okkar líka eftir klukkan 5 þannig að það er bara veisla framundan hjá okkur, það er ekkert flóknar en það. Ungur og skemmtilegur þáttur. Já, Ómar náttúrulega, þurfum við ekki að láta Ómar Ragnarsson gera eitthvað. Taka hressukynninguna eða eitthvað? Já, hann finnur þetta létt með það, er hann ekki alltaf hress? Jó, þetta taka rólegu kynninguna. Já, það er svona rólegt og romantískt. Við Hjöppi vorum ekkert með að ræða það, svona Ómar Ragnarsson og Hemmi Gunn ætti að vera með svona leyfi, það er bannað að tala illa það. Þetta er bara svona þjóðargersemi eitthvað. Og þetta verður fyrsta sinn sem hann kemur í þennan þátt, hann Ómar Ragnarsson. En það líka, hvað ætti maður að segja neikvægt þá? Já, það er eiginlega bara ekki hægt. Ekki þá nema, skilurðu, þú hefði skrifað upp á víxil fyrir hann og hann lét hann falla eða eitthvað svona. Þá myndi maður kannski segja bara, hvað varst að spá? Ég myndi ekki vera reiðar en það, sant? Nei, hvað varst að pæla, en takk fyrir allt sem þú gefið íslensku þjóðinni. Bara verður, þetta lán sem fjall á mig, viðbjóður, en aftur samt takk fyrir allt sem þú hefur gert, Ómar Ragnarsson. Já, akkurat. Ég er ekki að gagnrýna þig sem skemmtikraft eða allt sem þú hefur gert, en að láta þetta lán falla á mig var algjör óþarfi hjá þér. Já. En maður myndi ekki kalla hann viðbjóða neitt. Algjörlega ekki, bara hann hefur gert svo mikið fyrir hálendið og alla bara. Já, þetta er snillingur og við ætlum að ræða við hann hér, ég held hann detti inn 5:30. Já, frábært. Þannig að hann verður feskur þá og ég er helfeskur eftir rólega og góða helgi. Já, ég líka, ég var ekki fullur Akureyri, ég var bara að vinna. Já. Þannig að ég er helfeskur líka. Ég fíla það, en það er helfeskur þáttur hérna framöndan. Við ætlum að byrja þetta á Retro Steffson. Hann var vist með tónleikum helgina, get óskað sér að farið en ég er bara svo mikill pleppi, ef þetta er ekki Ný Dönsk eða Sálnans Jónsmís þá læti ég ekki sjá mig. Og fattar þetta ekki, nei, akkurat. Þetta er flott lag, það heitir Glow. Já. Retro Steffson hér með, Glow. Skemmtilegt lag hér á ferð. Já, þetta eru krakkar sem er að gera frábæra hluti og eiga örugglega eftir að ná okkur svona flugi erlendis. Já, svona Monsters and Men eitthvað. Já, þannig að það er mjög erfitt að ná svo hátt held ég. Já, reyndar. Það er búið að setja mjög háan standard þar en að þó þú myndir fljúga aðeins læra þá getur þú samt gert mjög góða hluti. Akkurat, þau voru með eitthvað tónleika og fengu 4 stjörnur sá ég í fréttablaðinu. Já, það eru mikið um svona skemmtilega tónleika núna. Já. Stuðmenn, Ný Dönsk, fórstu á eitthvað af þessu?
Nei, því miður. Sko, að segja þér, ég var í viðtali í gær á laugardaginn, á Rás 2. Svona og þá var ég spurður sem sagt, ég var beðinn svona laugardagslag, svona lag sem myndi koma mér í gírinn á laugardegi. Og ég sagði frelsið mér í dönsk, minnst það hrikalega flott lag. Svo þegar lagið var búið, þá spyr hún Heiða mig, sem sagt, á Rás 2. Já, þú ert mikill aðdáandi. Ég bara, já, fórstu á tónleikana? Já. Svo bara fattaði ég að ég fór ekkert að þá. Ég fór bara að hugsa af hverju andskotuna var ég að ljúga því. Og var svona alltaf að fara að leiðrétta, svo fannst mér það svo aðstæðanlegt líka, og ég leiðrétti aldrei. Þannig að það fólk hefur hingað til, hefur það haldið að þú hefur verið á nýtt danskra tónleikum? Já, bara sunnudaginn. Já, sunnudaginn, einhver hafði brennandi áhuga. En, já, ég fór því miður ekki. Ég ætlaði, en komst ekki. Ég átti með hann. Akkurat, já, ok, svo gott. Já, langaði mikið að fara. En þú, fórstu eitthvað að þessu? Ég fór ekki neitt. Ég gleymdi einhvern veginn í stuðmönnum bara. Já, þeir fengu 5 stjörnur, sko. Þetta var einhver algjör veisla. Þetta var algjör partí bara. 2-3 gubbar endur út í horni. Já, reyndar sá ég nú að það var vist bara eitthvað svona með magakveisu, því að Jakob Frímann, svo ég reyna aðeins að herma eftir honum, hann búinn að svifta Dr. Gunna nafnbótinni, því það var hann sem að skrifa þetta á blogginu. Já. Hann sagði, nú neyðistu víst til að svifta Dr. Gunna doktorsnafnbótinni, hér skortir bæði nákvæmni og vísindalega nálgun. Þetta er það sem að hann fór á langt með þetta. Dr. Gunni orðaði þetta bara eins og þetta hefði verið sveitaball bara, með ælandi út í horni. Bara mígandi út í horni og allt saman. Og stundandi kynlíf bara inn á klósetti. Skemmtistafasleiki, ég veit ekki hvað og hvað. En tónleikarnir voru við stórkostlegir, óska ég stöðmönnum til hamingju með þá. En það er hins vegar komið að sóli, það er rétt hjá þér. Það er slúður og ég er með þéttan pakka handa þér og hlustendum í dag. Þú veist að ég sætti mikið við neitt annað. Það er hárrétt hjá þér og ég ætla að byrja á því að segja ykkur hérna frá Oprah Winfrey. En Rihanna var einmitt í viðtali á hennum daginn þar sem að hún lýsti hvernig henni leið eftir barsmiðarnar sem hún lenti í með sínu fyrirvændi, Chris Brown. Er hún enn að væli við því eða? Nei, ég þau bara ekki lægið með þig. Og Oprah var svona rakka hliður og hún líka, en hún sagði, Rihanna sagði í viðtalinu að hún mun örugglega alltaf elska hann og eitthvað. Og Oprah Winfrey vildi ekki sjá hann. En núna eru þau vist eitthvað að byrja að deyta aftur, ef við erum að tala um. Hann er hættur með kærustunni sinni og þau sáist vera að kissast á okkur skemmtistað og eitthvað. Ég veit að það eru örugglega flestum drullu sama, en svona er bara slúður heimurinn. Þetta er sem er að gerast, við ætlum að segja frá þessu. Og nú var Oprah Winfrey að gefa henni grænt ljós. Spáð því, hvað heldur Oprah Winfrey að hún sé? Það er nákvæmlega, bara, djöfull, ég get ekki hitti það, Oprah er ekki fílað þetta, sko. En hún gaf það út í viðtali að ef að Rihanna er virkilega ástfangin af Chris Brown, að þá fá þau hennar blessing. Æðislegt. Þá geta haldið áfram með þetta. Já, þetta er bara eins og ef þú væri með eitthvað frægri píu hérna á Íslandi og bara, hvað ég var að segja, Logi Bergmann eða Henni Gunn eða Sirri gefur blessun sína á þetta samband. Akkurat. En já, það er alltaf gott að vita, Oprah Winfrey, hún ætlar að leyfa þeim að vera saman ef út í það er farið. Svo er það Kim Kardashian, ég var að segja frá því hérna á föstudaginn, 2 harðir að hún vil annað brúðkaup. Og Kanye West, hann er víst alveg tilbúinn, þannig að það er líklega brúðkaup á leiðinni á þessum skötu. Já, hann er víst búinn að biðja um að létta sig. Já. Hún er að taka sér eitthvað 15 kíló fyrir hann. Já, það er nú ekki oft sem að rappar að biðja konur þetta held ég. Nei, ekki dökkjur hörund. Nei. Það er, þetta kannski... Þetta er svolítið, já, þetta fór staðins í Ég veit það. En rapparar, ég byrst afsökun á þessu kommenti. Þetta er samt staðalímyndin. Ég veit það. Það er að hún er þessi. Og auðvitað ég ekki að vera að fylgja henni. Nei, þú ert ekki að gera það. Ég veit ekkert þetta. Þú ert allt og gamall til að vera að haga þið svona. Það er hárrétt þegar ég byrst afsökun á þessu kommenti. En, sko, þetta verður 3. brúðkaupið hennar. Hún er 32 ára. Já. Þetta er alveg eðlilegt. Já, algjörlega. Og svo er það Mila Kunis. Það á að vera að velja hana núna sem kynþokkafyllstu konu heims. Hvorki meira en ég minna. Og það var blaðið Esquire Magazine. Og nú spyr ég Sóli, ertu sammála á þessu? Nei, langt í frá. Það er ekkert annað, það er bara svona pirraður. Já, ég bara, þú veist, hún er ekki, kemst ekki yfir Hollywood leikonur og kemst hún ekki á minn topp 10 lista. Það er ekkert annað. Hvað viltu sjá þarna? Já, það er... Fyrir utan konuna þína, sem að maður segir náttúrulega alltaf, skilur. Já, ég er bara að tala um Hollywood-leikonur. Já, Hollywood, já. Já, þá myndi ég vilja sjá, til dæmis, Scarlett Johansson. Já. Mér finnst hún mjög sjarmerandi. Mjög hugulega, já. Af því hún er svona öðruvísi. Ertu með eitthvað svona, eins og þau voru með í Friends á sínu tíma, ertu með topp 5 lista? Ertu að meina svona, eins og pör gerast stundum að þú hitti þennan, þá máttu vera með hann? Já. Nei, mér finnst það svo aðstæðilegt. Ég hef aldrei gert það. Nei, við félagarnir voru mikið í þessu þessum úlingar að búa til svona topp 5 lista. Það kom bara eftir að þetta var í Friends. Já, akkurat. Það voru Ross og Rachel með eitthvað svona lista og þá var maður ótt að spá í svona hverjir væru á manns lista ef maður ætti konu. Já. Þá voru við allir á lausum.
Já, akkurat. En allavega þá óskaði Mílu Kunis til hamingju með þetta og enn og aftur greið Demi Moore. Hún búin að vera, tæp greið og svo eru myndir af Aston Kutcher að vera að kissa Mílu Kunis í Central Park og ég veit ekki hvað og hvað. Já, þetta eins og ég segi, hún eftir striptease þá ámaður henni svo mikið að þakka. Já. Og þetta alveg bara hræðilegt að vita til þess. En ég vona að hún bara muni, hún var náttúrulega orðin algjört skar, hún var búin að missa örugglega, búin að hrynja henni í kíló og hræðilegt að sjá hana. Já. Ég vona að hún náði sér á strikk. Ég er sammála því, vonum að Demi Moore sé að skopa tilbaka. Já. En svo ætla ég að enda slúðrið á Ben Affleck, en þetta greinilega einhver algjör toppgaur, því að hann var að keyra á laugardaginn í Santa Monica, klesti á einhvern bíl og tók víst speilin af honum, en skildi eftir miða sem að stóð á Hi, I knocked off your mirror, very sorry, we'll cover everything, Ben Affleck, og setti svo, svona nafnspjaldið hans. Jaha. Já. En þú veist, þá har hann örugglega farið gegnum svona 10 manneskjur á hann næri í hann. Já, ég held að hann sé ekki að skilja eftir bara gemsanúmerið sitt, sko. Ég held að sé ekki bara, herðu Ben, hérna, hvað ætlar að gera með hennan speil? Já, herðu, var það ekki bara, það einhver aðstoðamaður umbósmannsans. Þannig að, þetta samt vel gert hjá honum. Ert þú þessi típa Sóli, með þú myndir keyra á? Ég hef aldrei keyrt á, kyrrstæðan bíl. Nei. Ég hef aldrei lent í því. Þannig að ég hugsa það, mér finnst alveg glata að keyra í burtu. Já. En ok, segjum svo að ég myndi rekast í og ég myndi ekki sjá neitt. Já. Þá myndi ég kannski keyra í burtu, en það er svo spurning, sér maður ekki bara það sem maður vill sjá. Kannski beigla og maður vill bara ekki sjá hana. Þannig að maður á alltaf að skilja til með það. Alveg beiglaði bíllinn bara, ég sé ekki neitt. Þetta var áður, ég sá þetta, ég lagði á hann. Já, það er að því að maður yrði svo hrikalega pirraður sjálfur. Já. Þá held ég að maður verði að skilja eftir með það. Ég hef ekki lent í þessu eldur, þannig. Nei, en hefur lent í árekstri? Já. Já, keyrt aftan á? Nei, það var, það var keyrt svona í hliðina mér eiginlega. Já, varst í rétti? Já. Já, ég hef keyrt aftan á og verið í órétti. Já. Það er svona einhvern veginn tilfinningin þegar þú ert búinn að klessa á, þú ert búinn að bremsa sérstaklega, negla niður og bíllinn rennur og svo búm. Þetta er svona einhvern veginn, þetta er svo mikið vonleysi sem heldist yfir þig. Já, trúðu mér. Ég get sagt, eitt versta sem ég lendi í þegar ég var að vinna hjá Vurt. Ég var að vinna þar. Já. Og vann við að telja skrúfur og pakka og svona. Á einu mánudagsmorgni mæti ég vinnuna á rauðum Hyundai Coupe og þvílíka svellið var á heilsástekkjum. Þetta ég var þunnur og nefndi svo innilega ekki vinnuna, allt myrkur og svona, þetta er staðfest vesti mánudagsmorgun ævi minnar. Varstu búinn að klára lánið þá eða? Nei, ég er ennþá að klára lánið þá og er að reyna að borga upp með að vinna hjá Vurt, hættur í skóla, allir vinnir mínir í háskóla, hafa það gott. Ég telja skrúfu með strákunum og er að keyra og ég bremsa, ég var á engri ferð. Þannig að þetta var ekki, ég kom ekkert eitthvað á spaninu á nýja sportbílnum mínum. Ég var á þvílíku lulli af því að þetta var bara gler, ég sá hvað var halt. Nema það, ég er að beygja, bíllinn beygir ekki og ég renn bara svona hægt í átt að gám og veit ég er að fara að skella á hann og rann á bláan gám og bíllinn minn var allir rauður og blár í 2-3 vikur af því ég ekki efna á að laga hann. Nákvæmlega, þetta er einmitt bróðum með lendi í þessu þegar hann var nýbúinn að fá sér Nissan Primera með 2.0 vélmaður, illa sáttur. Svo ákveði hann, þetta var í desember, hann bara, ég hef ekki að fara að þvoa þessa bílnum. Keyrir inn á þvottaplan sem er náttúrulega bara gler og bombar á þvottaplanið. Já, þetta er viðbjörn. Já, þetta er hræðilegt. Ég held að séu margir sem þekki þetta, en þetta var slúðurpakki dagsins. Hér rétt handa af hornið erum við með fullt af nýjum dagskrárliðum, Páll Óskar eða Sólu Hólm sem Páll Óskar var að hringja í efnalaug og fleira. Þannig að það er veisla framundan, en fáum núna Katy Perry með Teenage Dream. Katy Perry fan, Sóli? Já, vissum það. Ég er nefnilega mér þess svolítið gott bít í lögunu hjá henni. Já, þú ert ánægð með þetta? Já, ég veist, en típan er kannski ekkert skemmtileg, en það pæli kannski ekkert í típunni. Ef þetta fæ mig til að hrista skrokkina þess að ég er að keyra, þá hef ég gaman að því. Já, en þú ert ekki með þetta í rektinni, það? Nei, ég er svo lítið í rektinni, það er ég ekki með neitt. Nú ertu ekki að bodybuilda? Jú, ég er aðeins sleeping giant þar. Risilega aðeins að leggja sig. Aðeins að leggja sig. Það styttist hér í Ömmu Gullu og Sólu Hólm ætlar að setja sig í eftirhermugír og hringja sem Páll Óskar eftir í efnalaug. Svo erum við nýjan dagskrárlið sem heitir DFF kommentakerfið, þar sem að Sóli Hólm leikur pappa minna á eftir að hringja menn sem að voru með mjög skemmtileg kommentar. En það er hins vegar komið að öðrum lið núna. Það er allt að gerast í okkar strákunum og þetta er liðurinn hverjir voru hvar.
Og ég held að flestir Íslendingar þekki nú svona blöð eins og Séð og heyrt og Lífið og fleira í fréttablaðinu. Þar sem verið að fara svona yfir hverju voru hvar. Já, þetta byrjaði með Fókus á sínum tíma. Já, þeir voru svona að segja hverjir voru hérna og þarna á jamminu. Já, þetta var mjög töff að komast í þetta. Já, þetta var svona heiður. Ég held það. Ég meni, ég var svona 12 ára þegar þetta var, eða 14 ára. Já. Og maður er greinlega hettur í hipsterhettin maður. Einhverjir gæjar okkur auglýsingastofum og eitthvað svona. Alla verð ég eftir 10 ára, það er nokkuð ljóst. En já, ég hef tekið eftir því hins vegar í hverju voru hvar að það eru 2 staðir sem hefur aldrei verið hringt í. Og allavega hef ég ekki séð minnst á þá, neins staðar, og þetta eru 2 toppstaðir. Annar heitir Monte Carlo og hinn heitir Monaco. Og báðir staðsettir á Laugaveginum. Og það finnst mér heimskulegt að sniðganga þá, eins og Celeb geti ekki dottið þar inn. Það akkurat málið sem ég fór að hugsa hér fyrr í dag, áður en að Sóli mætti hérna til mér að preppa þáttinn. Og ég ákvað að hringja í þessa 2 staði, en ekki sem ég sjálfur. Heldur þóttist ég vera blaðamaður frá Séð og heyrt, því að mér fannst það svona meira vægi í því. Það meira vikt í því, miklu meira heldur en útvarpsmaður. Nákvæmlega, og ég ætlaði svona að tjekka hvort það væri ekki einhver Celeb að detta inn á Monaco eða Monte Carlo, bara eins og aðra staði. Því að þessi staðir, eins og við segjum, eru bara að vera sniðganga á í þessu öllu saman. Og við skulum bara heyra hvað fólkið á Monaco og Monte Carlo sagði þegar Séð og heyrt hringdi að tjekka hverju voru hvar. Monte Carlo? Já, góðan daginn. Hjörleifur heiti ég, blaðamaður hér hjá Séð og heyrt. Já, hæ. Hæ, ég sé hérna lítinn pistil í blaðinu okkar sem heitir Hverjir voru hvar. Já. Ég ætlaði svona aðtuga hérna hjá ykkur á Monte Carlo helgina, hvort það hafi verið einhver nöfnanna hjá ykkur. Nei, bara íþróttamenn. Íþróttamenn? Já. Já, einhverjir sem við þekkjum? Nei, ég reynda veit ekki eins og hvað heita, það voru körfbólta, strókar. Já, ok, íslenskir eða? Nei, Ameríkan. Einhverjir kanar? Einhverjir kanarnir. Já, ég fekk einhver ábending að Ívar Guðmundsson að dotti að inn hjá ykkur, passaði það eitthvað? Já, nei, ég var hérna fyrst á lögskóld, ég sá hann ekki. Nei, hann hefur ekki verið að einum 2-földum, fengum einhver ábendingu það? Það getur náttúrulega vel verið, en ekki nema það hefur verið fyrir minn tíma, sko, það var nýja komið. Ég var hérna næsta helgina, það er ekki nema að hafa verið eitthvað fyrir snemmukvöldi, sko. Já, en sástu voru einhverjar íslenskar stelpur sem ég þekki þarna í kringum körfuboltamennina? Nei. Nei. Það var ekkert spennandi, sko. Látnir í friði bara? Já. Já, ok. Ég heyrði líka... Allavega ekkert neinar frægar, skilur, bara... Nei, ég skil. Bara random, skilur. Já, svo frétti ég líka hann hefði verið hann í kössunum hjá þennan Ingo Veðuguð, passa það? Hann, ég sá hann ekki, en ég frétti að því líka. Já, hann... Og svo kom hérna nokkrir seinustu helgina áður, sko. Já. Þá var hann, hvað heitir hann, Garðar, hérna. Garðar Gunnlaugs? Já. Já, ok. Þeir komu hérna nokkri 5 saman, það var einhverjir ungi strákar, fótboltastrákar með honum og þeir voru nú bara að leika sér í kassunum, sko. Já. Þeir voru að skella 100 köllum í fannst það vorhendi. Veistu eitthvað hvað töpuðu? Ég veit það ekki, sko. Nei. Það var eitthvað lítið. Garðar Gunnlaugs reglulegu gestur á Monte Carlo? Nei, hann bara kom hérna og þeim fannst þú að fyndi greinilega að fara inn og spila smá. Já. Þannig að ég geti hent í fyrirsögnina Garðar Gunnlaugs skemmti sér á Monte Carlo? Já, nákvæmlega. Glæsilegt. Og var að spila líka, hefði ekki? Hann var að setja í kassana? Datt hérna inn. Þeir voru einhverjum 5 saman. Ég tók bara eftir honum, ég tók ekki eftir hverju hinn voru. Garðar Gunnlaugs spilar frá sér konu. Hvað heldur hann að veit? Einhverjum 100 kallum bara, ég held að þeir hafi nú bara... Einhver 100 á skall? Hæ? Einhver 100 á skall? Næ, segir það nú ekki. Herði, ég þakka að kjalla fyrir þetta, ég ger eitthvað gott úr þessu. Ekki volið. Takk fyrir. Sæ. Monaco? Já, góðan daginn. Daginn. Hjörvar heiti ég, blaðamaður hérna hjá Séð og heyrt. Já. Ég ætla að tója með lítinn pistil í blaðinu hjá okkur sem heitir Hverjir voru hvar. Já. Hverjir voru að detta inn hjá þér helgina? Já, nú veit ég ekki. Einhverjir spaðar? Nei. Við fengum ábendingum að Höddi Magg, íþróttafréttamaður, hafi verið þarna hjá okkur. Passar það? Jú, það passar. Það passar? Já. Hann hefur kíkt? Já. Manstu hvað daginn? Nei, ég man það ekki. Nei, hvað var hann að gefa? Var hann að fá sér í glas eða var hann í kassanum? Fá sér í glas. Fá sér í glas. Við sást eitthvað hverju voru með honum? Nei, ekki hugmynd. Nei. Svo var ég líka með eitthvað ábendingu um Ingo Veðuguð. Var hann að hendi í kassan hjá okkur? Nú er ekki klár. Ég nefnilega var ekki föstaskvöldinu, ég var laugardagskvöldinu. Hann kom ekki þá, sko. Hann kom ekki þá? Nei. En Garðar Gunnlaugs, hann á vist til að henda í kassa líka. Var hann að eitthvað? Ekki svo ég veit til. Nei. Þú getur prófað að ringja eftir 7, það er vita meira, því þær voru vinnum föstaskvöldinu. Ég skil þig, en sástu eitthvað frægan? Nei.
Herðu, takk hér. Já. Bye. Hún sá enga frægan á Mónakó nema Höttamag. Höttamag? Mjög fyndið sko því að ég hendi þessu nafni bara í einhverju gríni. Já. Og já, hún sagðist að séð hann fá sér í glas og já, það vill nú bara svo skemmtilega til að hér er ég með númerið hjá Höttamag og ég ætla bara að aðtóa hvort að þetta standist. Já, ég hef áhyggjur á honum. Ég er að henda sér á Mónakó. Nei, ég fá sér einn á pönnum bara. Það fær frið þarna. Já, nákvæmlega. Skulum bara sjá hvað Höttamag segir hérna. Það er bara svara kallinn, sko. Já. Halló. Er það King Höttamag? Hörður Magnússon, blessaður. Hörður og blessaður, Rauti hérna og beint á móti með Sólu Hólm. Þú ert í beinni útsendingu hjá FM 95 Blöð. Það er ekkert annað. Það er ekkert annað. Við vorum í dagskrárlið sem við köllum hverju voru hvar, rétt á hann. Já. Og ég hringdi á Mónakó og hún vildi meina þar stúlkan sem var að vinna þar og þú hefur verið að fá þar í glas þar helgina. Passa það? Mónakó, hver er það? Það er á Laugavegi. Fræklandi? Hæ? Í Fræklandi? Nei, það næsti bara við, það er hérna á Laugaveginum. Já, og hvenær, sérðu? Helgina. Já, ég hlýta að hafa verið svona fullur, bara ég man ekki eftir því. Þú er bara vafraðan inn, hauslaus. Nei, ég hef aldrei komið inn á þann stað, sko. Nei, ok, þannig hún hefur verið að ljúga mér. Ég haldur að vera, ekki nema ég bara einhvern svenskan tvífara eða eitthvað, ég veit ekki. Já, við Sólu Hólm vorum undir að spá í að þetta getur nú verið einn af þessum fáum stöðum sem að King Höttamag fær frið. Það getur verið, ég spil ekki henni sinni peningaspil eða svona, ég er svo ferkantaður, sko. Já, hún reynda gaf þér það, þú hefur ekkert verið í kössunum, Garðar Gunnlaugs var í kössunum en hún sagði að þú hefði bara verið að fá þér eitt drikkarna. Hvernig, fann hann sig í þeim? Hæ? Fann hann sig í kössunum? Hann tapaði vist einhverjum 100 kallum sáðan. Hann fann sig ekki alveg þar, í dag ekki þannig daginn. Nei, öllu minn, ég var í faðmi fjölskyldunar hér á Glittvöllum á Laugardalskvöldi. Ok, þannig að þetta er bara bull. Þetta er einhver alveg bara steipa. Ætlu það eigir að sé einhver róni sem heitir Höttamag, kannski? Það er eitthvað nafnið. Það er möguleiki, sko. Það er nafnið minn í Hafnarfirði. Já, reyndar, inn á Twitter líka. Hörður Magnússon sem að kemur stundum á FH-leiki og kvartar stundum sko yfir því það sé verið að hringja hann með að nætur og svona og skamman. Já, ok. Já, þetta er Pepsi-mörkunum eða einhverju? Já, einhverju svona gegnum tíðina bara. Já. Herðu, þá er þetta komið á hreint að Höttamag var ekki á Mónakó helgina. Það var logið upp á Höttamag. En þegar Höttamag, kóngurinn sjálfur, ætlar aðeins að skvetti í sig, hvert veg kallinn? Ég er nú volað sko, maður kíkir kannski á English. Það er English. Þá vitið það stelpur, Höttamag. Ertu ekki þetta á Ölverið? Ertu ekki í því hverfi? Nei, ég er hérna komin í Hafnarfjörð sko. Þannig að ég er hérna upp í óbyggðum bara næst við Krísuvík sko. Já, þú fer að haffiska English. Já, eða ef maður fer eitthvað í Reykjavík þá kíkir maður í Austurstræti hjá Ingvar og félögum. Þeir eru fínir drengir sko, þannig að... Toppmenn þar á ferð. Toppmenn þar á ferð sko, en Ölverið, það er datt upp fyrir mörgum ára. Já, alveg sinni minguðu karaoke. Það er fýtt staður sko, manni. Já, toppstaður. En herru, takk fyrir þetta, Hötti, við ætlum bara að komast til botns í þessu. Ekki máli félagar. Glæsilegt, ok. Það var greinlega ekki að marka þetta því miður. Nei, þetta er auðvitað mikið reiðarslag fyrir því sem blaðamann. Það er ekkert að marka þetta. Ég er brjálað. Já. Þetta var dagskrárliðurinn hverjir voru hvar. Hér rétt handa við hornið er kommentarkerfi að gefa, Páll Óskar og fleira. Þannig að ekki fara langt, en hér er Muse með Madness. Sólu Hólm ekkert óvart að þetta lag skildi þetta inn í FM 95 Blöð. Þetta er Muse með Madness. Ekki láta ykkur bregða ef að Society þetta líka eftir með Eddie Vedder, en það er það svona mánudagslægið mitt. Já, hver veit nema Outlandis geti dottinn líka. Warrior. Já. Það kemur mér ekki óvart. Kemur mér ekki óvart heldur. Enda allt topplög og við spilum aðeins topplög hér á FM 957. Það er hins vegar komið núna að dagskrárlið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Hvernig líst þér á það? Vá, þetta var gerfilegt vúhú. Ok. Freka bara vel eða eitthvað, segðu freka bara, mér líst vel á það. Mér líst frábærlega vel á það. Mjög vel, virkilega gaman. Herri, ég ætla að byrja hér á fyrstu, annað væri kjánalegt. Ertu tilbúinn? Já. Þessi hefur komið áður, en mér langaði að spyrja þig aðeins út í þetta. Hávaxnir karlmenn stunda meira kynlíf en aðrir. Ok. Heldur að þetta eigi...
Ég bara spáði sko hvað það þá að því að konurnar séu æstar í þá eða þetta er tveggja manna ákvörðun, skilur þú? Já, eða kannski verið að tala svona hávaxna menn sem á lausu. Já, það sé meiri eftirsókn í þá. Já, svo fór ég þarna inn á þetta og það verið að tala menn sem hærri en 1,85. Hvað ert þú hár? Ég er 1,81, þannig að þetta stendst alveg. Þú átt 2 cm á mig. Já, það, já. Já, ég er 1,79. Ég vega breið í skóm. Já, en við getum ekki svarað þessu. Við erum ekki hávaxnir. Akkurat, en ekkert að frétta hjá okkur. Það komið eins og að næstu 60% karlmönnum viðurkenna að hafa haldið framhjá, en 40% kvenna í nýrri könnun. Þetta eru sláandi tölur. Já, ræðilega tölur. Já, þetta fannst mér það bara næstu annað hver. Það er sem sagt, ef þú tekur þetta saman. Já, akkurat. Rúmlega annað hver hjá karlmönnum og næstu önnur hver kona. Já. Þetta já, viðurkenna þetta í þá einhverju könnun, einhverju svona eins og þú hefur nú gert svona könnun sjálfur. Já, sko, ég las þetta einhvern tímann, þá las ég könnunum að fólk myndi halda mikið framhjá jólin og þá gerðum við síðustu jól og hringdi ég mitt og var að spyrja fólk hvort það ætla að halda framhjá jólin. Það er vist svona algengasti tíminn sem að fólk að halda framhjá. Akkurat. Eins viðbjóðslegt og það hljómar. Já, það er ógeðslegt. Já. Ekki að sé eitthvað betra í sko janúar eða mars. Nei. Það er ekki svona jól. Það lítur að vera í lagi. Það er þetta rétt, það er þetta náttúrulega alltaf að viðbjóðslegt, en einhvern veginn í kringum jólaháttíðarnar finnst mér, auðvitað er það jafn slæmt bara allan á sig string. Þetta eru mjög háar tölur finnst mér. Og líka það að ég get lofað þér því að ef að 40% konur viðurkenna það, þá er talan hærri. Já, en heldur að sé það ekki eins á kallmennum, heldur allir kallmenn viðurkenna það? Já, ég veit það ekki. Nei. Þú varst að segja mér áðan, þú ert í þessu 60% ekki. Nei, ég slapp fyrir þetta það. Ég er the rare 40. Já, það er ánægð með það. Svo er það næsta. Rannsóknir sýna að karlmenn og konur eru jafnmikla tilfinningaverur, en konur eru bara opnari og hreinskilnari með sínar tilfinningar. Já. Þannig að, já, við erum vist alveg jafnmikla tilfinningaverur og konurnar. Bara bæluðar. Já, akkurat. Hvað, hvenær gréstu síðast? Já, ég var einmitt að spyrja eiginlega þess á föstudaginn og hann gæti ekki svaraði. Ég veit það ekki, hvenær grét ég síðast. Jú, ætlaði ekki verið svona 1998 ef ég var alveg hreinskilinn. Ekki það ég sé hjá Jón Ársæli þetta, en það held ég að ég gráti síðast. Nei, akkurat. Það þarf okkur að deyja. Já, það var reyndar skilnaður. Já, fóraldræðinir. Já, fór illa í kallinn. Já, fór illa í kallinn, já. Akkurat. Þannig að ég ætlaði það ekki verið síðast. Ég reyndar kannski, þú veist, maður hefur tárast yfir X-faktor eða eitthvað og þunnur og sérði eitthvað stelpu sem er bláfátt að komast áfram. Já, það er allt annað mál. Það gleðið tár. Já, ég verð mjög hrærður yfir öllu svona, eins og þegar ég horfa á Extreme Makeover, Home Edition, þá er ég bara grátandi allan tíman. Já, mér er samt eiginlega Home Edition, það er hann Ty Pennington, hann er bara... Love the car! Ég þegið. Vá, hann er hræðilegur, hann er svo æstur og svo þegar hann verður svona mjúkur This family, eitthvað, þú veist, he suffered a brain damage og eitthvað svona, fyrir hókan svona mildur einhvern veginn en er samt svo hæpir að það er ekki hægt að ná því. Ég held að það sé mikil orkusið að vera í kringu þann mann. Já, vá. Já, en talandi X-faktor þá, horfði ég nánast á bara alla þættina núna helsina. Já, ok. Til að koma inn í þetta. Náður upp, já. Já, og það er ein 13 ára stelpa þar, svört stelpa 13 ára, sem ég held mikið með. Hún bara sefur í rúmi á mömmu sinni, þvílíkt lífsglöð og almennileg. Er ekki búið að sýna það hérna, heima? Já, það er búið að sýna, þetta er bara Stöð 2. Já, ég veit það, en við erum alveg í synki við. Já, ég var bara að horfa á þetta voddinu. Voddinu, já, ég þarf að gera það. Svo er það næsta. Mörgæsir eiga það til að verða þunglindar og labba þá frá hópnu sínu til að deyja. Það var mjög sorglegt og... Já, mjög. Já, þetta er ekki að lesa þunglinda mörgæs. Nei, og það er ekkert að taka eigi líf, það er bara að deyja, það vita bara að það sé að fara að deyja. Já, ef það er fara frá hópnum, þá vita það að deyja. Þannig að það taka bara meðvita ákvörðun að yfirgefa hópinn. Vá, þetta hlýtur að tengist örugglega líka því þeir mörgæsir halda sig við einn maka alltaf. Þetta hlýtur að tengist einhverju, þú veist, framhjáhaldið einhverju svoleiðis hjá þeim. Já, hvað heldur að prósentunum séu hjá mörgæsum? Heldur að séu 60%? 0. Reyndar, nei, ok, fyrir okkur, fyrir mér líti alla mörgæsir eins út, þannig að kannski alveg til það verður óvart bara. Já. Það er eitthvað annað sem það skynja. Þessu verður það, já, kannski eitthvað fárólega skemmtileg mörgæs. Já. Þetta er geðveikt þess. Ákveður varstu með henni? Að því hún er skemmtileg, þú gerir aldrei neitt. Fæ mig til að hlæja. Svo er það næsta. Það er ekki hægt að hnerra í svefni, stjórnlega staðrind. Það er rétt og vaknar. Já, til þess að herra. Það er akkurat máli. Gott að hafa svona gáða mann á móti mér. Svo er það næsta. Þú getur ekki orðið geimfari ef þú ert hærri en 1,89. Þarna kemur eitthvað gott fyrir okkur. Já, kannski sofa meira hjá þessi strákar en þeir geta ekki farið til tungsins. Nei. Það er bara þannig. Svo er næsta að þú getur ekki hummað með lokað nef.
Það er rétt. Nei, það er ekki hægt. Ég held að séu nokkri núna rauðu ljósi í bílnum að reyna þetta. Svekkjandi að þú ert í karaoke ætlar að syngja song með Car Test Dummies. Já, illa kvefaður. Já. Svo er það næsta... Crash Test Dummies fyrir ekki, ok? Já, svo er það hérna næsta. Meðal skólaár í Bandaríkjunum eru 180 dagar, en í Kína 251. Vá. Kannski útskýrir af hverju að Kína er að stinga af. Já, það er bara þannig. Þrælgáa lið líka. Já. Svo er það hérna næst síðasta. Það voru 40 svín sem að léku Babe. Þau uxu alltaf úr karakter. Þau stækkuðu alltaf, þannig gátt ekki lengur. Uxu úr karakter, það er mjög skemmtilega orðað. Já, þannig að það eru alltaf að fá nýtt og nýtt svín af því að stækkuðu allt. Og þetta ekki að temja þau þá líka? Já, örugglega erfitt að finna 40 svín sem geta leikið svona vel. Já, nákvæmlega. Ég held að þetta væri eitthvað þvílíkt celeb-svín sem væri bara núna, bara étandi bara eitthvað mannabein eitthvað staðar einhverju. Já, bara með vindil og með íbúð í Hollywood. Nei, það er ekki þetta er bara búið að éta öll þessi svín örugglega. En spáðu líka ef að Babe hefði fengið Óskarsverðlaun, þá þurfti að fá öll 40 svínin upp á svið. Já, stílíkt vesen. Svo er það síðasta sturlaða staðreynd dagsins, hún er eiginlega hálf ógeðsleg og ég var svona í vafa hvort ég ætti að taka hana, en svo er þetta inn á netinu og þetta er bara það sem þeir gera. Gíraffar mígu upp í hvern annan sem forleik fyrir kynlíf. Hressandi. Golden shower. Ekkert alltaf, en það dettur inn hjá þeim. Giraffe golden shower. Það er bara þannig. Ekki orðum það meir, við ætlum að fara hér í örstutt skilaboð og svo ætlum við að fá Sól og Hólm til þess að hringja í efnalaug og þykjast vera Páll Óskar og já, hann er með smá sérþarfir, er það ekki? Það má ekki missa þau, ekki krumpa þau og eitthvað svona. Já, tekum á sig hér á eftir. Örstutt skilaboð fyrst. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélögunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrval af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Það syngja will.i.am og já, einhver pía með hún. Man ekki hvað hún heitir. Jú, hún heitir Eva Simmons. Maður sagaði þetta ef það út að hlusta. Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð á mánudegi. Við erum helferskir hérna við sólarinn og já, það sem við ætlum að gera núna er að hringja í hana Gullu. Hún kallar sig Amma Gulla og já, ég náði númerinn eftir að hún náði hérna inn á sínum tíma í þáttinn. Já, hún náði í síðustu viku meira sér líka. Nó, ok. Já. Hún bara reglulega hérna á mánudum. Þetta er eldri kona sem býr á Akureyri og já, það er ekki eftir neina bíða, það er ekki bara að hringja í hana. Jú, bíða hérna. Svo er þetta bara að hitta upp Páll Óskar, hann er hérna réttan dóðni. Ég er að koma mér í gang. Fíla það, en maður sjá, tekum hérna á ömmu Gullu, ætla að hringja hérna síðan. Halló? Já, er það Gulla? Ja, hver er það? Þetta er hann Ötti hérna, FM 95 blöð. Þetta er Auðun Blöndal? Já. Þetta hringi mig? Já, ég sagði þér daginn, ég var að koma í númerið þitt og ætlaði svona að tekka aftur á þér. Mikið ertu nú alltaf dásamlegur. Hvað er að frétta af þér? Gæti ég fara að gráta? Já, hvað er að frétta? Herru, ég náði inn í síðustu viku. Ég veit það, en það ætla ég að tekka á þér núna, bara að ringja hann og þú þarft ekki að reyna að ná inn. Já, núna ég það munar minnst að ég hef glemt að hlusta það á hann auðvitað minn. Nú? Ég glemti næst ég stillin að því að ég var svo glöð, ég var í laptopnum mínum að skoða þar á netinu okkar íslenska Dr. Phil. Já, hver er það? Hún heitir Birta Sól. Já, varstu að Hún er dásamleg. Já. Hún er svo klár og sniðug og hún er að koma með svo góða punkta fyrir ungt fólk. Já, hún var einmitt í spjalli okkur á föstudaginn. Ég veit það ekki, minn auðvitað lusta ég á það. Og ég hugsaði, svona viskubrunnur er góði fyrir æskuna. Já, þannig að þú ert ánægð með hana Birtu Sól. Hún er dásamleg. Það er það sem hún er dásamleg og mér finnst æðislegt það sem hún er að segja við fótboltastrákana að því ég þekki það því að sem sagt, sko langa mig bara dóttur minnar var með strák sem var í fótbolta út í Grenivík og hann þurfti að læra ýmislegt.
Hann átti til að læra ýmislegt sá drengur og þess vegna frábært að hún Birta skuli koma með svona. Og veistu, það truflar mig ekkert á þessi kynskiptingur. Það truflar mig bara ekki neitt. Nei, ég skil þig. Hvað Alls ekki. Þetta ekki annars góð? Jú, ég sko heldur betur góð. Það bjargaði alveg vikunni hjá mér í síðustu viku heyri hann í Jóni Gunnar í Geirdal. Já, það algjör snillingur og góður vinnur okkar. Hann er frábær. Ég man eftir honum þegar hann byrjaði 1994. Já, á FM. Og hann fattaði bara að segja, já, fínt, já, sæll. Já, akkurat. Það skal enginn taka það á honum. Það gerir það enginn. Það er komin botn í það mál, hann á það. Já, það var algjört rottak. Ég sá að það var á YouTube. Það var búið að sína þegar Pétur Jóhann, hann segir að það var Jón Gunnar Geirdal sem að bjóti farsana. Já, nákvæmlega. Þannig að það er... Núna ég er nú stendinu í bottanum með ég hlusta á þig að því að ég er að búið til sultur. Já, ok. Ég er að sjóða bláberjasultu og risberjajelly. Æðislegt. Mér langar bara í. Ég stein ekki krækiberjasultu. Nú, okkur? Hún er bara stendst ekki samanbyrðið við hinnan. Það er eins og að bera saman Apple og PC. Apple og PC? Já, ok. Já, ég vil ekki sjá PC. Ég kastaði PC-tölvunum mér undan gluggan þegar Windows 7 stýrikerfi kom. Já, ok. Það átti að vera miklu betri. Veitu, það var bara drask. Já, þannig að þú ert bara í Apple. Ég hef búin að vera Apple-kona síðan 1997. Það er ekkert annað maður. Og veistu hvað ég er með hérna í lóðinni núna? Nei. iPhone 5. Hvað er það? Suss. Ég er með iPhone 5 í hendinni núna. Alveg splunkur í hann. Það er ekkert annað, en það heyrist vel í þér. Ég er ekki að tala í hann. Ég er að tala í nýjan takkasíma sem að dóttir mín kom með mig. Því að hún er nefnilega komin á aldur og er hægt að vinna. Já. Þannig að hún hafði tíma til að koma með takkasíma og þá sagði ég við hana. Hún heiti Guðlaug eins og ég. Er dóttirinn komin á aldur og hægt að vinna? Já, hún var 65 ára og hún hætti aðeins fyrr, núna. Þannig að hún hefur nægan tíma til að sinna ömmu sinni. Ok. Alveg nægan tíma og hún kom til mín einn daginn þessi elska og þá var ég að fletta blaðinu og sá þar auglýsingu frá Nóa, að ég er í Nóa. Já. Og það var verið að tala um iPhone 5 var í komin og ég sagði við hana, elsku Guðlaug mín, væri þið til ég að færa mér eitt svona síma? Já. Hún sagði, heyrðu amma mín, þú hefur nú ekkert að gera við þetta. Þú ert með tölvu og það döður alveg að vera bara með síman hinn. Þá sagði ég við hana, elsku Guðlaug mín, já, þá fann ég bara og prjóna mér fallegan 2 metra trefil og hengi mér það. Herri, jæja, það var gaman að heyri þér, Guðlaug. Þessi elskar hafa ekki komið með iPhone 5 daginn eftir. Virkilega gaman að heyra og gaman að heyri þér og bara, ég har aldrei að vita en ég heyri bara í þér eftir viku. Herru, takk fyrir það, Auður minn, en þangað til að ég hlusta á Magasín. Herru, glæsilegt, hafa það sem allra best. Takk fyrir. Bye. Já, þetta var hún Amma Gulla. Við ætlum að fá hins vegar hérna núna David Guetta. Hún er alveg með puttana á púlsunum. Já, hún kann að fá sínu framgeng líka ef hún langar í iPhone. Já, hún bara prjóna trefil og lætur heyri í sér. Men áður við fáum, Pál Óskar hér eftir örskamma stund í svona nettu símaati. Þá ætlum við að hlusta hér á David Guetta með She-Wolf. Þetta er nýtt lag og ég er að fíla það. Tekum á þessu. Blöndal og við hliðina með situr Sóli Hólm og það er komið atriði sem ég er búinn að bíða sérstaklega eftir í dag. En eins og ég hef áður komið inn á hér í þessum þætti að þá er Sóli Hólm einn besta eftirhermann sem við Íslendingar eigum. Það er alltaf öflug, eða ekki? Jú. Ég býð alltaf eftir að takir ein aft framan af. Segir bara besta. Bara besta eftirhermann á Íslandi. Og þú ert búinn að vera að vinna með tónlistamann sem að, er nú virkilega frægur í Íslandi. Þetta er Páll Óskar. Já.
Já, ég er búinn að vera að gera það. Og nærðu honum helviti vel. Já, þakka þér fyrir. Og hann er með hvað? Hann er með 2 týpur, eða ekki? Jú, hann er með þess að sko, hæ, þetta er Palli, ég var að spá. Og svo þegar hann fyrir að boða, það er sko, ég var 10 ára því ég ákvaði ætla aldrei að drekka. Já, nákvæmlega. Það er þessi, sko, ég ætla hann að koma báðum týpum að þið. Svo er hann þetta með 3, það er hérna, eru ekki fegin að þið ætla að dansa með mér langt frá undir nóttu? Heldur að koma með þessu við? Ég ætla að reyna það. Ok, og það sem við ætlum að gera er við ætlum að hringja hérna í fatarhreinsun. Og já, Palli ætla bara að, hann er að fara á leiðinu með föt í hreinsun og þegar svona stórstjarn eins og Páll Óskar er að fara með fötið sín í fatarhreinsun og þá þarf aðeins að heyra í liðinu fyrst. Algjörlega. Það er bara þannig. Hann fer ekki í fíluferð, ég vona að þessi ekki búið að blokka þetta númer í fatarhreinsinu. Þú og Pétur eru búin að vera að punka svo mikið á þeim. Já, ég er með þetta 2 ný. Ok. Efnalegum Björgandar. Hæ, þetta er Páll Óskar. Páll Óskar? Hæ. Hæ, heyrðu? Já. Ég er með föt, svo ég verð að koma með til ykkar. Já. Og ég vil bara vita, get ég stóla á það að ég fá þið heil tilbaka? Hvernig föt er þetta? Þetta eru palléttuföt með bómul undir. Býta aðeins, ok. Ekki málið. Góðan daginn. Hæ. Hvernig get ég hjálpað? Sko, ég þarf að koma með föt í hreinsun. Já. Og þetta eru svo viðkvæm föt. Ég hef lendið í 3 sinnum að ég koma ónýtt tilbaka. Hjá okkur í Efnalegum Björg? Nei, alls ekki hjá ykkur. Þess vegna ég er að prófa. Já, komdu bara með og ætlum að kíkja. Það sem ég var líka að spá. Já. Af því að ég er að fara í viðtal á Rás 2 í vikunni. Já. Gæti ég fengið einhvers konar afslátt ef ég myndi tala ykkar hreinsun? Við getum sami óróklega þetta. Ég er ekki eigandi en býta hans. Ég ætla að reyna að ná í eiganda. Getur þú hingra aðeins í símanum? Allt í lagi. Jú, halló. Hæ. Jú, sæll. Heyrðu, ég var að pæla. Já. Er einhver séns að ég er að fara í viðtal á Rás 2 í vikunni? Já. Að ég myndi name-drop ykkur? Alveg sjálfsagt. Og hvort ég geti fengið einhver díl hjá ykkur? Bara við heiður að fá að þjóna þér. Við gerum það. Takk hérlega fyrir. Við finnum ykkur góðan prís fyrir þig. Takk hérlega fyrir. Allt í lagi. Af því ég nenni ekki að lendi því og ég treyst ykkur fyrir þessu að því að og það má ekki leggja þau niður. Það má ekki blauta þau. Og það verður að ganga vel þau og ég treyst ykkur. Takk fyrir það. Þá spyrðu bara Sigurð eða Guðrúnu, dóttur mín líka mikið og þá bara, ef við erum mikið við, þá er þetta bara hengt upp og býður eftir okkur. Æði, ég kíkja á okkur. Allt í lagi. Takk. Jú, þessar. Já, þar heyrið það. Páll Óskar myndi fá star treatment hjá Efnaleginu Björg og já, hrósaði þeim að þetta er kurteis undan fólk. Rosalega. Og hann sagði að það veri heiður, þetta er, veistu það, ég ætla að keyra í Hafnarfjörð fyrir mig, ég fötti mínu hreinsun næst. Þetta er í Álfabakkanum. Álfabakkanum? Þetta er Efnalegum Björg. Þetta er í Breiðholtinu? Já, fá góða auglýsingu frá okkur. Heldur betur. Og ég mun fara með fötin þangað. Og ég er búinn að láta hreinsa fötin mín í Björg. Og ég er í flottustu og best hreinsuðu fötum á landinu. Já, herru, ok, tökum núna. Ég myndum endum þetta því. Nú ertu komin í viðtal hér á Rás 2. Svona þess. Og ég er, jæja, herru Palli, hvað er að frétta þér? Ég er hreinsuðum fötum úr Efnaleginu Björgu. Og það sem ég ætla að gera, ég ætla að fara á svið á laugardaginn á NASA lokaball í hreinsuðum fötum frá Efnaleginu Björgu. Skjár 1 og mbl.is kynna nýjan sjónvarpsþátt. Ert þú ljósmyndarinn? Stærsta ljósmyndasamkeppni sem haldin hefur verið á Íslandi. Skilað inn 3 myndum inn á mbl.is fyrir 23. október og þú getur unnið glæsilegan verðlaunapakka að andvirði 2 milljóna króna. Vertu með í fjörinu á Skjá 1. Tryggðu Extra eftir hverja máltíð og komdu í veg fyrir tannskemmdir. Extra, gott bragð, heilbrigðar tennur. Nú er síðasti dagur kauphlaups í Smáralind. Einstakt tækifæri til að ná í flottar nýjar vörur á tilboðsverði. Sjáumst Smáralind. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompraðdaginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Þið erum að hlusta hér á FM 95 blöð. Öddi og Sóli með ykkur til 6 í dag og það er komið að nýjum lið hér í FM 95 blöð. Þetta er, já, þetta tengist kommentakerfi D.V.A.F.
Já, það kemur ýmislegt þangað inn. Já, og það eru sumir þar sem að sjá ekki sólskín. Nei. Og aðrir sem að gleyma stundum að taka prósakið sitt. Og ansi margir sem hafa orðið fyrir barðinu á kommentakerfinu. Já, þetta eiginlega, sko, að því erum nú búin að ræða þess Pál Óskar í dag, að þá hann eini maður sem fær ekki skít í kommentakerfi DFF. Ef það kemur fréttum að einhvern, saman þá hann væri sko að fara til Beirút að búum stríðshrjáð börn, þá kemur alltaf eitthvað skít, já, hæsum við bara að fara aðtigli að sína hvað hann er góður. Já, nákvæmlega. En Palli raunar yfir eitthvað, þá bara svona, flöttu Palli. Já, samanlega Palli. En ég var fyrir barðinu á kommentakerfi DFF núna, fyrir helgi. Þeir tóku hérna, bara beint af Facebookinu mínu mynda með Wayne Rooney. Já. Og sögðu frá því að ég hefði hitt hann þarna og í rauninni bara skrifuðu nákvæmlega saman og ég skrifaði á Facebookinu mitt. Já. Hérna, hvort maður það löglegt eða ekki, skiptir ekki öllu máli. En kommentakerfið, það voru nokkru þar sem að, voru nú ekkert allt og sáttu með það og mjög algengt að komi svona, þetta frétt? Nú komin tími að fara af DFF þegar þetta fossíðu frétt og eitthvað svona rugl. Já. En tveir sem að voru svona eiginlega með svona bara bein leiðindi. Já, þeir sem stungu þig. Já, og annar þeirra heitir og hann sagði að Rooney væri greinilega svona aumingjagóður. Þannig að hann basically að segja ég sé aumingi. Já. Og svo var hann sem hann sagði að ekki nóg með það að United hafi tapað leiknum, heldur þurftu þeir að hitta leiðilegasta sjónvarpsmann Íslands líka. Jáhá. Þannig að það var svona, hann skoðun, hann hefur rétt á hann. Já, algjörlega. En það sem við ætlum að gera núna er að hringja þessa tvo menn, því að þeir koma hann undir sín eigin nafni. Og þú ert að fara að leika pappa minn Kristján. Já. Ert ekkert allt og sáttu við þetta. Er hann Blöndal líka eða? Já, Kristján Blöndal. Kristján Blöndal, já. Og ég er hérna bara svona, ég reynir kannski bara pappi að hættu þessu maður, þetta er ekkert. Og þannig að við skulum bara prófa að heyri þeim. Byrjum á sem sagði ég væri aumingi, að Rooney væri aumingja góð. Tala pappi þinn bara, er hann eitthvað, verður bara elur. Já. Hann sem svarar ekki aumingjum. Greinlega ekki. Herru, prófum hérna Þórðar sem sagði að ég var leiðilegasti sjónvarpsmaður Íslands. Tjekkum á honum. Ekki þetta skaf utan að því? Nei. Halló. Já, er það Einar? Já. Sæll og blessaður, Kristján Blöndal heiti ég. Sæll og blessaður. Heyrðu, ég var nú aðeins að vafra á netinu áðan og sá þar ágæta frétt son minn, Auðun Blöndal, og sá þar að þú hafi nú sett í athugasemd að Wayne Rooney hefði þarna fengið að hitta leiðilegasta, það var ekki nóg með hann hefði tapað leiknum, heldur hann að fengið að hitta leiðilegasta sjónvarpsmann Íslands. Já. Finnst þér þetta að vera fallegt? Nei, þetta er bara hreinskilni. Já, en má ekki stundum satt kýrt liggja eða svona skoðanir, er það ekki kannski óþarfi að vera að bá svona þetta? Já, ég veit það ekki. Nei. En af hverju? Af hverju finnst þér þetta? Já, bara mér finnst hann bara alveg óskaplega leiðilegur sjónvarpsmaður. Já, hefur eitthvað klikkað hjá mér þá? Hvað segirðu? Hefur eitthvað klikkað hjá mér í uppeldinu eða? Já, þér? Já. Nei, mér finnst hann bara ekki gera sig sem sjónvarpsmaður. Já, hann er nú komin í útvarp núna. Já, það getur hann, ég heyr hann ekki sem betur fer. Mér finnst hann leiðilegur. Er þetta eitthvað persónulegt? Nei, ég hef aldrei hitt mannin. Pabbi, hættu þessu, ekki verið að tala. Auðun, ég hringi og ég vil fá svör við þessu. Hann er hérna með mér, auðvitað réttum mér eitt bjór. Já, sko, ég er bara svo hissa að svona þurfa að vera nýða menn endalist á netinu sem eru bara að vinna vinnuna sína. Já, menn eru bara mjög skemmtilega, við erum það allir. Já, það eru það allir. Pabbi, hættu þessu, ángríns. Auðun, ég er í símanum. Er það hættu þessu bara vinnur og hérna... En þetta er réttum mér bjór. Hörðu, en ég vildi bara fá þetta reynt af hverju fullorðinn maður, hvernig hann getur fengið af sér að tala svona ungan dreng. Það er svo ýmislegt sem við segjum, sko. Það eru bara okkar skoðanir og við höfum alveg fullt leyfi til þess. En ég get sagt þér það, hann er alls ekki leiðilegur í eigin persónu. Það getur vel verið. Þetta er alveg dásamlegur drengur og ég er ótrúlega stoltur af honum. Já. Þetta er alveg eðalsonur, draumasonur, getið settir. Já, það er rétt að vona þín vegna. Já, algjörlega. Ég var með honum í útlöndum daginn og það var alveg frábært. Já. Alveg frábært. Áttu börn sjálfur? Það er mörgum sem finnst hann skemmtilegur, sko. Mér finnst hann ekki skemmtilegur. Áttu börn sjálfur? Já. Mundirðu vilja að vera að tala svona þau á internetinu? Já, ég veit það. Ég hef ekkert myndað mann eina skoðan það. Nei, þú skal kannski hafa það hugfast næst þegar þú skrifar. Já, allt er efinn. Þakka þér fyrir að fá þér annan björnvinnur. Það er alveg á hreinu. Þakka þér fyrir. Jæja,
Hann var ekkert að skafa af því. Ég er greinilega búinn að nutta hann eitthvað vitlaust og biðst afsökunar á því. Ég bið pappa þinn afsökunar á hvað bjórnum pappi sé bara að sippa öllara hérna á mánudegi. Þannig að ég vil biðja Kristján Blöndal afsökunar á því. Já, pappi fannst þér ekki bjór á mánudegi, ég lofaði því. Kannski að fæstu því. En ætli hann verði reiður hann vinnur okkar að þetta sé spilað? Örugglega, hann finnst bara ennþá leiðilegri fyrir vikið og ég verði alveg glataði líka. Já, mér persónulega drullust. Já, ég tek því bara. Þetta var DFF kommentakerfið dagsins. Fire to the Rain. Það ekki hún og svona Rihanna og kannski Beyoncé sem eru svona vinsælastar í dag. Jó, ætlaði ekki. Sveið mig þá. Já. Við vorum hér áðan í DFF kommentakerfinu og já, þökkum honum kærlega fyrir komuna í þetta hot. Já, algjörlega. Hann fekk að símtal frá leiðilegasta sjónvarpsmann á landinu og heppið með það. Eða pappans. Og pappans, já. Já, það var líka huggulegt á honum svona hvernig hann talaði við pappa minn. Já. Hann var ekkert að skafa af þessu. Þetta ótrúlegt, þetta sko, bara eins og það var eitthvað að grínast, sko. Já, menn hann var menn hann á 2 börn sjálfur og eitthvað og fesku bara. Og óskaði honum allsins besta í lífinu. Algjörlega, og ég biði aftur föðinn afsökunar á því að hafa blandað bjórnum hann inn. Já, trúðu mig þegar ég soninn og þá þetta ekki versta sem við lendi að Sóli Hólm tala hann fái sér bjór á mánudegi. Ég hugsaði það reyndar. Þess að segja þetta. Hann öllu vanur en þetta svona liður sem við erum að spara inn að hafa á mánudum. Þá er það ekki kannski alltaf tengt mér en svona ef það verið að rakka eitthvað fólk niður eins og Sölvi Grey fekk nú að heyra það á df.is út á skónum sínum. Þannig að maður að baða sér þeim, þannig að þetta eitthvað sem getum skoðað, en þú veist ekki alltaf pappi einhvers sem þú veist, hvað er eðlilegra heldur en það að vera með 50 skó í blaðviðtali? Þú veist, af hverju verið að gefa hann skít fyrir það? Ég er þetta að skilja það ekki, þetta er tótt drengur, en það er bara hans áhugamál. Nákvæmlega. Þannig að ég er bara ánægður með hann. Það er fullkomlega eðlilegt. Já, það finnst mér líka. Hvað áttu mörg skópur? Ég sko, svona sem ég er í virkri notkun, ég myndi segja að væri kannski svona 6-7. Já. Ég myndi segja það eitthvað þar. Hvað ætli meðalmaðurinn sé með? Ætla að sé 3-6 eða ekki? Já, 3-6 myndi ég halda. Þetta eru spariskór. Það er flesti spariskó inn í skáp. Kuldaskó og svo stregaskó. Svo ég hef inn í skó. Ég held að 4-7 lágmark. Já. 4 pör. Færð pör, já, akkurat, já. Ég hugsa það. Ég hugsa það sé eðlilegt en það styttist hér í mikil legend sem er á leiðinni til okkar. Hann heitir Ómar Ragnarsson og hann hefur nú ekki komið hvorki FM9, hann hefur aldrei komið í Strákana, ekki FM9 Blöð og ekki 70 mínútur. Þannig að þetta verður í fyrsta sinn sem ég fæ Ómar Ragnarsson sem gest síðan ég byrjaði að fjölmiðlum. Já, hann vildi ekki koma fyrir Sóli Hólmærin komið með þér. Það er hár rétt hér og hann er hér rétt og kominn. Svo líka lagið á leiðinni heim á eftir og já, ég var að spæja að opna bara fyrir Twitterinn ef að þeir eru með einhverja skemmtilega hugmyndir. Endilega sendið þá inn á ÖTB á Twitter og það er aldrei að vita um að ykkar lag verður fyrir valinu. Ef að þú ættir að velja núna, við erum ekki að fara í það en er eitthvað svona on the top of your mind? Nei, ekki neitt. Þá skulum við bara fá hlustendur til að hjálpa okkur. Ping-pong í gangi. Já, þá skulum við fá hlustendur til að hjálpa okkur með það. Endilega sendið ef þið viljið heyra eitthvað lag á leiðinu heima eftir. Það er hins vegar komið að dikta og svo fyrir vonandi Ómar Ragnarsson bara að detta þetta í hús. Yes. Þú er að hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai. Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magasín drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrval af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magasín og Krúa Thai. FM 95 Blöð á FM 95. Valdimar eða hljómsveitin Valdimar hér með lagið Þú ert mín. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Auðun Blöndal og Sóli Hólm með ykkur til 6 í dag en hingað í stúdíó er mættur góður gestur. Þetta er legend í lifandi lífi og heitir Ómar Ragnarsson. Fyrsta sinn sem hann kemur til mín sem gestur, verður velkominn. Þó fyrir þið verið. Já, segðu. Hvað, 10 ár? Það láta sér nægja bara að hlusta alltaf á því og fá ekki að tala eftir við þig. Þú getur talað svo vilt núna, verður velkominn. Þakka þér fyrir. Hvernig hefur það? Ég hef það bara mjög gott með aldur og reynslu fyrir störf. Já, ert þú ekki svona típa Ómar, þú ert svona típa sem er alltaf hress? Jú, þá getur bara allt í einu, sko. Ég bara vona að verða ekki mjög sko, ég er búinn að finna eitt út eftir ég komst áttræðisaldurinn. Já. Því lengur sem maður lifir, þeim er líkur á maður drepist. Já, það er mikið slagmæli. Það er ágætis punktur hjá þér. Svo það er að gera að lifa, sko, hraðar eftir því sem endir nálgast, sko. Já, þú lifir nú hratt, eða ekki? Jú, en málið er það, sko, þetta er svo 400 metrar hlaup, þú voru að eiga góðan endaspreið. Já.
Já, það er að spara aðeins fyrir endarspreytin. Já, ég er búinn að því, sko. Þú er búinn að því, já. Nú er endarspreytin byrjaður, sko, og þetta er eiginlega svo 400 metrar grindarhlaup í þokum og veist ekki eins og nema, þú komir bara kannski allt inn í mark. Já. En hvernig, það er ýmislegt að gerast í þessa dagana og eitt hjartans mál sem þú ert búinn að ræða hérna alveg sem þú komst inn. Já, og að veifa framan í okkur blöðunum hérna. Já. Hvað segðu nú bara hlustendum okkar, það er eitthvað sem þú vilt koma hérna framfærið, ekki? Það er eitthvað ánægilegt að vinna sem ég unni. Ég held að ég myndi fara í tómt rifrildi og ekkert úr þessu, hver höndin á móti annarri og þetta er bara eins og Alþingi en þetta var stjórnlagaráð sem starfaði í 4 mánuði og 2 mánuði á undan störfuði mikið sjálf. Ég var nú reyndar aldursforseti og þurfti því að standa svolítið fyrir því og þetta, við komast að niðurstöðu 25-0. 25-0? Og hérna allir einróma og ég vil segja við fólk og var einmitt að segja við ykkur innan og rétt aðan hafa þetta einfalt. KISS. Keep it simple, stupid. KISS, Efsta spurningin er, viltu leggja frumvarp stjórnlagaráðs sem grundvöll að nýrri stjórnarskrá? Þess vegna er það stærsta spurningin og ef þú nennir ekki að fara í gegnum alla spurningar og ætlar ekki að svara öllum, þú mátt bara svara einni eða öllum eða hvaða fjölda sem þú vilt. Þá skaltu aðtjóða fyrstu spurningun og þú ert mjög snöggur af því að sjá í hvað þetta felst því að ef þú ferð í bæklingi sem eru komin inn á hvert hús þá sérðu eyður hægra megin á hverju síðu. Já, það er eyða á öllum síðunum. Nánast öllum og meira segja næstu í 2 síður þannig að það er eyða í allan tíman. Já. Og þú ert að eyða tími í það. Og hérna vegna þess að það er gamla stjórnarskráin. Já, ég skilji. Nýja stjórnarskráin vinstra megin og við sjáum strax eyðu hér aðfara. Já, við náttúrulega hlustendur sjá það ekki. Ég og Sóli sjá það. Ég er að reyna að lýsa þetta fyrir hlustendur. Hérna er bara fyrsta blaðsíðan. Það er aðfara orð í nýju stjórnarskráni, ekki orð í þetta gömlu. Og akkur aðfara orð, það eru megin reglunar. Þú byrjar á formóla, hvað ætlar að fara að gera? Þeir eru megin línunar, það er í aðfara orðunum. Þá segir mér, þetta er eitthvað voðalega nýtt. Nei, þetta var í bandarísku stjórnarskráni. Svipað orðalag, we the people of America, við sem eigum heim á Íslandi. Jæja, svo kemur yfirráðasvæði, ekkert það er núna. Það verður á í nýju stjórnarskráni. Skyldu borgarana, ekki orðum það núna. Hér er stór eyða, réttur til lífs, mannleg reisn, vend réttinda mannhelgi, allt í nýju stjórnarskráni, ekkert í þeirri sem við höfum núna. Réttur barna, nánast ekkert í stjórnarskráni núna. Nei. Þú ert að segja með þetta sé voðalega ungt fólk sem er að hlusta á okkur? Já, við erum með ungarn og ferskan markhóp. Já, við hugsaum það. Já. Og síðan er það upplýsingaréttur og stjórnvöld skuli tryggja aðstæði til opinnar og upplýstar umræði, hefur það ekki vantað? Jú, segðu. Ekki orð í núverandi stjórnarskrá, nýja stjórnarskráin. Hérna er frelsi fjölmiðla, frelsi til menningar og mennta, ekki orð í núverandi stjórnarskrá. Nei, það virðist vanta helling hann. Það vanta mjög mikið og þá segja menn, býtum við, er ekki eitthvað svona venjuleg almenn lög sem að gilda þetta? Jú, en munurinn er sá að þegar þú komið með í stjórnarskrá, þá er ekki hægt að breyta þessum lögunum að þjóðin gera það sjálf í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, skilji. Þannig að stjórnarskráin í heilu lagi er að færa stórkostlega rétt beint í þjóðarinnar í staði fyrir að þingmenn sé eitthvað staði reikviltum bakverkjum að möndla með þetta og þurfi svo ekki að standa ábyrgð á neinu vegna þess að það er svo mörg mál í hverju þingkostningum að þú getur ekki gert neitt. Nei, ég skilji. En þarna kemur beint að þessu. Hér erum við félagsleg réttindi og heilbrigðisþjónusta, ekki orð í núverandi stjórnarskrá. Menntun nánast ekkert í núverandi stjórnarskrá. Það er bara basically, ef við förum svona létt þetta, þá vantar bara stærsta eyðan. Ég ætla að segja frá stærstu eyðinni. Það er menningarverðmæti, náttúra Íslands og umhverfi og auðlindir, náttúra auðlindir, upplýsingar umhverfi og málsaðild, dýravend og hlutverk Alþingis. Allt saman í nýju stjórnarskráni eyða í þeirri gömlu. Og þarna erum að ræða bara grundvallar málin á 21. öldinni, það er umhverfi, náttúra, hvernig við förum með jörðin okkar og hvernig við ætlum að skila sér til barnabarnana og afkomendana og þar er eyða í núverandi stjórnarskrá en heilmikið ákvæðum við þeirri sem að við erum að viljum að fólk segja já við og þar með að þjóðin fái beint að ráða því framvegis. Já, nákvæmlega. En þetta er auðvitað, hvað er hún að verða? Gömul stjórnarskráin, sem ekki 60 eitthvað ára eða eitthvað? Miklu meira, en 1849, það er 170 ár síðan að það var gerð dansk stjórnarskrá það sem var kóngurinn, til að hafa hann góðan, en svo kom einsetningar sem hann réði engu samt, og þetta gekk áfram í 1874 þegar kóngurinn kom og gaf okkur stjórnarskrá. Þú veit að þessi gott að vera með þig í liði í Trivial.
Já. Spilar það svolítið? Og Jón Sigurðsson var nú ekki ánægður með það, með þá stjórnarskrá. Og það var sami danski grunnurinn og hann hefur gengið allalega dagsins í dag með því að hendin forseta 1944 í staðin fyrir kóngin er samt marga greinar forsetan, hann á að gera þetta, hann á að gera hitt og svo kemur ein grein, hann ber enga ábyrgð á neinu og lætur aðra að gera allt fyrir sig. En þetta er einmitt að 44, það er síðasta stjórnarskrá, ekki? Það er síðasta stjórnarskrá og þá vildum en bara skilur mínimum breytingar, það var heimsstyrjöld í gangi, við vildum fá Bandaríkin og Breta til þess að samþykkja það að verið sjálfstæðir og þess vegna var þjóðaratkvæðagreiðslan stjórnarskrána verða helst 91%. Okay. Og það tókst veist, ég man ekki hvað var, 98 eða 99. Í öllum Arnarfirðinum var bara einn sem ekki mætti á kjörstað, veistu hvað það var? Gísla Uppsölum. Það sjáu, en það var bara gert þannig að það var bara settur forseti í staðinn fyrir kóng og engu breytt en átti síðan að breyta því eftir stríðið vegna þess að það var aðalatrið að breyta sig minnst annars er það svo mikil umræða. Okay. Og nú er þetta búið að dragast í öll þessi ár, 68 ár er þetta búið að dragast og búið að skipa hverja nefndina fætur annarri. Þar til nú? Já, og allar nefndina voru þannig sko, ef við hefðum bara farið aftur til 1851 þá var skipað stjórnlaga þing fyrir utan Alþingi. Danirnir föttuðu kóngurinn og hans menn föttuðu það 1851 að stjórnarskráin væri svo mikið skilur að fjalla starfsaðstöður alþingismanna að það veri betra að láta ykkur aðra gera heldur en þá sjálfa. Og það er ástæðan fyrir því að það er ekki gest í þessi ár að alþingismenn get ekki gert heila stjórnarskrá. Nei, ég skilur þetta er hjartansmál, þú ert með þetta allt gjörsamlega á hreinu. Ég hef aldrei heyrt hjá mörg ártöl bara á jafnstöðum tíma. Hvað þannig að þú ert basically að hvetja fólk eða ekki til þess að fara og kjósa aðalatrið að fara að kjósa vegna þess að hér tala bæði réttindur borgarana og skyldur borgarana við fáum ekkert lýðræðisstrákar nema við tökum þátt í því, þú getur ekki allast til þessu ráður einhverju ef þú vilt ekki taka þátt í því að ráða. Nei, þetta er nú ekki mikið af fólki hérna á landinu, þannig að þetta ætti nú að segja það. Aðalatrið er að fá sér flesta til að fara á kjörstað. Já, það er einmitt það sem við erum að hvetja fólk til að gera þetta núna. En ég meina, þetta ætti ekki að vera pólitískt mál, ætti ekki vera sjálfsagt að kjósa með þessu? Mér finnst það sko, en sko við verðum hins vegar að athuga það í hvers skipti sem að þingmenn hafa þurft að vera með einhverja breyting og stjórnarskrá sem varðar þá sjálfa, þá hafa þær aldrei getað komið sér saman. Og stærsta breytingi var 1959, þegar var breytt úr því að 400 manns í þorpi gætu verið með 2 þingmenn og 1/3 þjóðarinnar gætu verið með meiri hlut á þingi. Þegar því var breytt þá voru gríðarlega átök heilt ár vegna þess að það var ekki samkomulag um þetta á Alþingi. Og því miður er það þannig að stundum kemur að því að það er ekki samkomulag á Alþingi. Og þá verður þjóðin að taka til sinna ráða og athuga það að hérna er heill kafli sem er eyða þar sem þjóðin getur með málskot, lagt fram frumvarp á Alþingi og svo framvegis sem ekki er orð núna, fylla upp í eyðurnar og allt sem er fylla upp í eyðurnar krakkar, það fáið því sjálf til framtíðarinnar að ákveða en ekki þingmenn. Nákvæmlega máli. Og krakkar munið að nota tannþráð líka. Svo fyrir 5 ára börn bara að hlusta þetta. En ég var að spara að henda þér í hraðaspurningar, Ómar. Ég ætla svona að kynnast þér aðeins betur. Þetta er ekki flókin leikur. Ég spyrði fullt af spurningum og þú ert bara að svara það fyrsta sem þetta eftir í hug. Ertu til í það? Já. Þannig að nú þarf þetta að hreinsa hugan. Það er nú erfitt, það er mikið drast komið inn á allt. Endalist laga rugl eitthvað, það ekki? Já, ég er einmitt núna í því. Já, ok. Ertu orðin góður? Ertu tilbúinn? Ég bara fer í þetta. Já, byrja við. Eitt er á besta bíómynd allra tíma. Besta bíómynd allra tíma, svo sem ég man best eftir er núna verið að gera aftur. Secret of Walter Mitty, með Danny Kaye. Hver er skemmtilegast íslendingur sem þú kynst? Jón Óttar Ragnarsson. Hefurðu lent í slagsmálum? Nei, aldrei. Besti skyndibitinn? Það er bara kjúklingur, það er bara eitt leggur. Hvað kveikir í þér? Hvað kveikir í mér? Já. Ég er búinn að vera logandi síðan ég giftist konuna minni. Besta hljómsveit allra tíma? Bílarnir. Uppáhaldsliði í ensku? Nú, sko, hún á afmæli dóttir mín í dag, það er Arsenal heimili. Þú sér að ég er neittur til að segja Arsenal. En þú yrður að sofa hjá einhverju dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Sofa ég á einhverju dýri? Býttu nú við, þetta er leiðandi spurning. Nei, það er voðalega huggulegt að áræðilega hafa bara bangsa. Vil ekki allir krakkar hafa bangsa upp í rúmi? Já, svona einhvern pandabjörn bara? Já, pandabjörn. Já, kúra í honum. Já. Hvenær var síðasta alvöru klippingi þín? Hvað meinar hérna? Á hausnum, já. Á hausnum? Já.
Það var herraklipping við topp fyrir svo löngu síðan ég er búin að glemma hvernig það var. Já, mannst ekki árið. Rakarinn er dáinn. Það var burstin, sko, hann datt út 1967. Já, þá er það næsta, ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hvern mættir þú vilja hitta? Sem er núlifandi? Já. Já, þetta er nú erfitt maður. Ég myndi að vilja aðeins svona eiga smá orð við Obama, sko. Obama, já. Hvað er uppáhaldsnafnið þitt? Það er að segja mannana. Nei, nammi. Salgeti? Já, salgeti. Ég er algjörlega forfallin neitandi rúsína með dökkusúklaði. Ok, hver er uppáhaldskarakterinn í Jersey Shore? Pass. Hvað fær Ómar Steinn Ragnarsson þegar hann, ætlar að fer út á lífið að skemmta sér? Fer út á lífið að skemmta mér? Já. Ég er búin að vera að skemmta öðrum allt mitt líf. Já, en þegar þú sjálfur að skemmta þér, að lyfta þér upp? Veistu það? Já. Ég ætla að segja það sem einn sagði, einn ágættur maður, séra Gunnar heit hann. Já. Þegar ég fer út að skemmta mér, það leiðir sem ég veit, sagðan, er að fara niður í bæ og skemmta mér. Já. Það skemmtilega sem ég veit er að vera heima og lesa góða bók og hlusta góða tónlist. Ég ætla bara að svara þessu svona svolítið ögrandi. Já, þannig að þú, ok, ef við förum hérna yfir þetta Sóli, þá, ok, ég ætla að byrjum bara hérna síðustu spurningunni. Hefur aldrei verið svona mikið fyrir það að fara út á lífið sjálfur? Nei. Þú har aldrei drukkið það? Nei, heldur ekki. Nei. Aldrei ævina? Nei, og þess vegna, sko, heitar þetta mig ekki sérstaklega. Nei, ég skilji. Að fara út á, nei, veistu það? Ég skal gera eina játningu. Ég fer ekkert út á lífið, ég fer ekkert inn þegar ég fer út á lífið. Nei. Ég elska að fara og opna bílunum mínum, blæjubílunum mínum og gera rúndinn. Já, þú átt svona litla bíla. Já, ef ég fer niður í bæ, þá er það sem ég finnst skemmtilegt. Það er að heilsa fólkinu bara úr opnum bíl og svo framvegis og tega með loftið og heyra allt og sjá allt. Já. En það er þetta líka svo flotti bílar að þú fá miklu meira athygli á þeim heldur en þú myndir standa upp í barinn í einhverju stellingu, eða ekki? Þetta er svona litla pöttur. Já, það er engin sem er lemur mann eða neitt. Nei. Hvað áttu marga svona litla bíla? Veit það ekki. Man það ekki. En þetta er löglegt alveg, eða? Já, þetta eru allir bílar sem að vera á markanum og flestir, þeir sem að, flest eintök af að þeir voru ódýristu og einföldustu og umhverfisvænstu bílar í Evrópu í meir en hálföld. Já, ég fór bara að hugsa ef það kemur einhver jeppi á móti, hann getur keyrt yfir, þeir eru svo rosalega litlir. Það beigir hann bara frá Nei, málið það er svo erfitt að hitta þessu. Já, það er bara undir. Þetta er, ef ég væri fullur labband á Laugaveginum og myndi sjá bílinn, þá myndi ég veist að það kom í gay pride, það því að þú ert alltaf það voru mikið notað það bílarnir. Já, sko, ég var rúndmaður í gamla daga. Ég elskaði rúndinn, það var að rúndinn vera á Hallaræsplaninu, miklu minna fyrir að fara inn. Já, þú tókst bara og varst að skoða mannlífið. Ég fór einu sinni skuttaliðinu heim kannski. Ég fór einu sinni að skemmta mér á skemmtistað fyrir mörgum árum niður í Öststræti. Já. Og þar var biðröð, rosaleg biðröð sem var upp til klukkutíma. Svo fór maður inn og var ykkur stöppu og það var að spila sama lagi í hálftíma og hávaðinn var svo mikill, maður gæti ekki tala við nokkurn mann og maður fór út aftur yfir Hafnarstræti og þar var verið að spila sama lagi aftur og sama stappan inni og maður gæti ekki tala við nokkurn mann. Niðurstaða, langskemmtilegast að vera í biðröðunum. Já, það er algengt í dag og fólk er bara með að drekka í biðröðunum. Ég er alveg tilbúin að fara niður í bæ og vera í biðröðunum. Það er gaman. En ég er að glíma hérna sam og þú, síðasta alvöru klippningi mín var 2004 sko. Já. Það eru 8 ár síðan, en þú manst ekki hvenær þú varst síðast með hár? Ég var síðast sko með burstan 67, eftir það var hárið svo lélegt, en fram á því, sko, þegar ég var unglingur, það var óviðráðanlegt eldrautt hár. Gjörsamlega. Og þykkt þá? Og þykkt? Þykkt og erfitt að greiða það og allt. Já, þannig að það hefur verið nett sjokk þegar þetta ákvað yfirgefa? Já, ég hef stundu verið að grínast með það, sko, Bjarni Fel, hann svíkur lit og er áfram með rauða hári, sko. En ég ákvað snemma að ef ég sæi grátt hár í rauða hárinu, burt með það. Og það endaði náttúrulega svona. Varstu stressaður á sínu tíma þegar þetta var að fara hárið? Maður var með alls konar vittlýsi að fara að yfirgreiða eitthvað eða svona. Og ég ráðlegg öllum sem að sjá þetta bara langbest burt með þetta og selja greiðuna. Bara koma þessi í burtu? Já, bara koma þessi og selja greiðuna. Já, þetta var Ómar Ragnarsson hér í öllu sínu veldi. Það er búið að vera sannur heiður að fá þetta í spjall, Ómar, og vona ég að þú komir einhvern mann aftur við tækifæri. Já, og allir færi á kjósi þetta hitta mál. Já, við hvetjum alla til þess að kjósa að sjálfsögðu og við ætlum að enda spjallið hérna við Ómar Ragnarsson á uppáhaldsslaginu hans sem er einmitt 50 Cent in the Club. Með ekki, Ómar? Hann er byrjað að dilla sér inn í stúdíónu. Hei Ómar, takk hérlega fyrir komuna.
50 Cent hér með lagið In The Club. Við þökkum honum Ómar Ragnarsson aftur kærlega fyrir komuna. Skilja gaman að hitta þennan snilling og já, það held ég að við ekki farið fram hjá neinum sem var að hlusta að þetta er hjartans mál. Já, honum, já, betur. Og já, líka ekkert skrítið. Við náttúrulega hvetjum alla til þess að fara og drífa sig að kjósa. Ja, þetta er líka eins og hann sagði, hann er orðin sko komin á áttræðisaldur. Já. Og er á endasprettinum eins og hann sagði, þá vill hann auðvitað skilja eftir almennilega stjórnarskrá fyrir fólkið. Já, þetta er... Og þetta er að vera nákvæmlega eins. Ég verði með sömu klippingu og alveg læt menn heyra það hér á FM þegar það eru konur þegar ég er orðinn 80 ára. Hann er í þvílíku formi, kallinn. Já. Hann bara hefur... Mér finnst Ómar Ragnarsson að hann hefur ekki breyst í útliti bara í 20 ár. Nei. Það er sko, þú veist, þetta hefur hárið eitthvað að segja með það. Já, viltu minna að það sé að hjálpa honum þar? Já, þú veist, ég minna, þú hefur ekki breyst í undanfærin, 5 ár? Já, ok, þú vilt meina að fólk breytist ekkert ef það er sköllótt. Það er svona sem þú ert að reyna að segja okkur einnig. Já, ég er að segja þá nærða ákveðnum aldri. Þú veist, fyrst er það þá lítur út fyrir að vera eldri en það er, svo verður það jafn gamalt og lítur út fyrir að vera, og síðan verður það bara fast í þeim aldri. Þannig að þú ert svona, þú veist, ég er hættur. Ég vil ekki segja hvað er gammal. Nei, já, 32 ára. Já, ég er að segja ekki hvað gæti verið gammal. Já, meinar. En þú ert náttúrulega 32, það er nú alveg eðlilegur aldur til að vera sköllóttur. Já, er það. Já, er það ekki. Já, ég er samt sko, hann tók kómóverið, hann viðurkenndi það fyrir okkur. Já. Ég var laus við það. Ég einhvern veginn, það var bara sagt við mig bara þetta er komið gott. Já. Og þá lítið þetta bara flakka einhvern veginn. Ég held að gera enginn, ég held að við munum ekki sjá þessa sköllóttu menn með þessa kanta. Þeir eru alveg út af þér held ég. Já, ég er endar ef langt sen ég fyrir að snóða mig þá kemur þessi græi. Já. Þá fæ ég einmitt oft skotið á mig Ómar Ragnarsson. Já, það? Já, og þetta er stundum minn hjá fyndnum mönnum. Já, einhverjum húmoristum. Við ætlum að fara hér hins vegar núna í örstuð skilaboð og svo er það lagið á leiðinni heim. Svo fyrir bara klukkan vera 6, vera styttast í Rikka G hérna. En Ómar aftur, takk kærlega fyrir komuna. Á Dominos.is getur við skoða matseðilinn okkar, kynntir tilbúðin okkar og að sjálfsögðu panta máltíðina þína. Þú meira að segja getur fylgst með stöðin á pöntununniðinni í rauntíma. Pantaðu á Dominos.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Your Body hér með Kristína Aguilera. Ég nú viðurkenna það, ég hef bara ekki heyrt þetta lag áður. Nei, þetta er eitthvað nýtt þetta. Já, það er nú að syngja líkamann sinn eða líkamann þinn, ég veit það ekki. Hvað segir, já, Rikki G og mætturinn, er þetta nýtt lag eða? Þetta eru splunkunýju tónar. Þetta eru splunkunýju tónar, segir Rikki G. Splunkunýju tónar hérna frá Kristína Aguilera, Your Body. Styttist hér í lagið á leiðinni heim og þetta er það gott lag. Ég ætla að hafa bara síðasta lag dagsins hjá mér, þannig ég geti hoppað út í bíl og hlustað á það. Við erum búin að vera hérna með ykkur frá 4 í dag við Sóli og þetta er búin að vera mikil veisla. Vonandi höfðu þið gaman aðeins og við. Kæru hlustendur, hvernig er mánudagskvöldið hjá þér, Sóli? Heyrðu, það verður nú eitthvað rólegt. Ég held að kona mín sé að fara eitthvað út. Já, þú ætlar ekki að fara að fá þér bjór með pappa? Hvað segir ég? Kannski við Kristján Blöndal fáum okkur eitt kaldan. Já. Þannig að ég verð bara í rólegheitu með strákunum mínum. Já, ég skilji. Það er bara þannig. Bara kósi pappakvöld. Kósi pappakvöld, já. Já, ég vildi ekki senda mig bara myndir og svona eins og við gerðum þetta daginn. Já. Það væri gaman að vera pappi. Það var virkilega hugulegt að þér. Þetta er ótrúlega forréttindi. Já, menn Rikki G, hann er hér mættur í stúdíu og verður með ykkur til 9 kvöld með topp tónlist að vanda. Við verðum mættir svo hérna á morgun klukkan 4, ég og Sveppi með nýjan hitaklefa og fleira. Og jafnvel góðu gestur, ég ætlum ekki að kynna hann því að hann er ekki búinn að staðfesta sig, en endilega fylgist þið með á morgun klukkan 4. Takk hérlega fyrir hlustun í dag og við endum þetta á laginu á leiðinni heim. Þetta er nú ekki fyrsta sinn sem þessi hljómsveitir spiluð hjá mér í þessu lagi, hún heitir Pearl Jam og þetta er rólegt og huggulegt Rikki hættu þessu. Bara leiði þess að Pearl Jam, hann kom Rikki bara Hvað er að Pearl Jam, Rikki? Og sko, þeir eru ríkir út af því, út af stefgjaldi sem við erum að fá frá FM bara allt í hennu 2012, sko. Á ég að spila fyrir hérna Call Me Maybe með Candy Landi eða hvað sem þetta heitir, eða? Það er lagið sem þú vilt að leiðina heim. Það er að slaka hans á Pearl Jam. Pearl Jam er bara topp hljómsveit. Ég ætla að reyna að sjá það núna í vetur. Til hamingju. Hvað hefur þú sett á, Rikki? Ekki Pearl Jam allavega. Nei. Kannski Band of Horses. Það er næst með spilað þér. Já, þetta eru bara topp hljómsveitir sem ég er að setja þetta í á lagi á leiðin heim. Þú varst ekki í kúpinum á Söðakróki, sko. Nei, ég veit að ég hef búin að stengla mig. Reyndar var þetta ekki spilað í kúpinum, sko. Var ekki? Það er ekki komið þá eða? Jó, en þegar ég er á kúpinu, þá er þetta meira krít og eitthvað svona viðbjóð, sko. Það var ekki bara kassettutæki í honum, eða? Nei, Rikki, þó sétt komin einhverja nýja flotta rauða peysu. Það er ekki gott, þú ert eins og jólakúla þarna. Ekki vera rífa kjaft. Við ætlum enda þetta
á laginu á leiðinu heim og það heitir Yellow Ledbetter. Það verði ekkert mikið flottan en þetta lag. Ég veit að það eru margir á leiðinu heim sem eru sammála mér. Þeir sem eru ekki sammála, ég bara haldið áfram að frussa eins og Rikki G. Heyri ykkur á morgun klukkan 4.